Áður en að við byrjum á heimsmarkmiðunum langar mig að nefna það hvað ég er ánægð með samstöðu okkar íbúa á svæðinu. Undanfarin ár hefur verið svakalegu vöxtur með öllum þeim vaxtarverkjum sem fylgja. Við höfum staðið saman í að hamra járnið og krafið ríkisvaldið það sem okkur ber. Í þeirra baráttu höfum við staðið okkur hrikalega vel. Í síðustu viku fengum við fréttir af falli Vá. Síðan þá hefur margt gott gerst, og það á ekki lengri tíma en rétt einn á viku. Við fengum strax viðbrögð frá ríkisvaldinu og félagsmálaráðherra var fyrstur í heimsókn og sagði okkur frá að 50 milljónum yrði veitt í starfsemi Vinnumálastofnunar vegna gjaldþrotsins og menntamálaráðherra gerði samningu okkur stækkun fjölbrautaskóla. Fleiri fundir hafa verið haldnir og málin hafa verið skoðuð frá ansi mörgum hliðum. Hinn keflvískættaði Skúli Mogensen er meira að segja farin að vinna við endurreisn flugfélagsins samkvæmt fréttum í gær, þannig að hann hefur líklega trú á því að við séum sætasta stelpan á ballinu eins og hann sagði á vetrarfundi Heklunar 2016. Núna erum við farin að fá tölfræðina sem við byrjuðum á að kalla eftir og sem dæmi má nefna að af 1100 starfsmönnum Vá þá hefur komið í ljós að það eru 136 aðilar sem voru að vinna hjá Vá og eru búsettir á Suðurnesjum. Í þessum tölum er athyglisvert að það eru 2 heimili þar sem báðir aðilar hafa misst vinnuna og hátt í 40 manns eru háðir vinnuveitandunum húsnæði. Airport Associates hefur sagt upp sínu starfsfólki en boðið því að vinnu aftur í hlutastörfum. Starfsfólk sveitarfélaganna á Suðurnesjum eru með ótrúlega góða fagþekkingu á svo mörgum sviðum. Þau hafa gripið marga bolta á lofti og mín tilfinning var svo strax á föstudaginn að við værum í góðum höndum. Okkar fólk er búið að ganga í gegnum svona áður og vissi nákvæmlega hvaða atriði ætti að skoða leið og fréttirnar bárust. Fólk býr að þekkingu frá til dæmis brotthvarfi hersins og í hruninu og veit hvað það er sem þarf að gera. Góði félagar, við vorum beðnir að fara aðeins yfir hvað gerst hefur á þessari rétt rúmu viku frá því að fregnir bárust af falli Vá og við ætlum svona að gera þetta í sameiningu. Ég ætla bara að hlaupa aðeins yfir þá fundi sem við höfum sameiginlega setið á þessum dögum og mér telst til að þetta er raun og veru 8. fundur sem við svona sitjum og förum yfir þessi mál. Fréttir bárust sem sagt að morgni dags 5. dag í síðustu viku. Nú við settum okkur strax í samband bara 2 tímum síðar við í Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ til að stilla saman strengi og síðar komu félagar okkur í Grindavík og Vogum með okkur. Nú við hittust örstutt strax seinni part dags hérna í Reykjanesbæ, Reykjanesbæingar og Suðurnesjabæjar menn og svona aðeins að ráða ráðum okkar. Nú hafði þá þegar komið ósk frá félagsmálaráðherra að fá að hitta okkur og sá fundur var haldinn á föstudeginum strax daginn eftir ásamt fulltrúum frá Vinnumálastofnun, félagsþjónustum, verkalýðsfélögum og svo framvegis. Og þar var sem sagt farið yfir, fyrst og næst var náttúrulega verið að horfa á Vinnumálastofnun og viðbrögð þar og það var augljóst að það var strax búið að setja málun af stað. Nú það hafði verið ákveðið að óska eftir fundi með okkur sveitarstjórnarmönnum á Suðurnesjum með þingmönnum kjördæmisins og sá fundi var haldinn á laugardeginum upp í húsakynnum SSS. Það var svona upplýsingafundur sem menn voru að fara yfir stöðuna og útlitið. Nú það hafði verið boðað fundur hjá forsætisráðherra í stjórnarráðinu á mánudeginum, mánudagsmorgninum og þangað fórum við bæjarstjórnir ásamt forsetum bæjarstjórna í Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ og þar var auk forsætisráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og við vorum mjög ánægð með þann fund og það er greinilegt að stjórnarráðið og stofnanir tóku strax við sér leið og fregnir bárust þarna á 15. morgninum og það fór alltaf stað hjá þeim. Nú við áttum fund með forstjóra Ísavia á mánudaginn líka og fengum upplýsingar í honum og þar var ákveðið að við munum hittast með honum vikulega núna til að taka stöðun og fylgjast með. Nú við Kjartan ásamt fulltrúum Vinnumálastofnunar og starfsmönnum Reykjanesbæjar áttum fund með fulltrúum Icelandair þarna seinni part dags á mánudeginum
og þar var nú fyrst og fremst verið að ræða við þá um það að Icelandair hafði gert ráðningarsamninga við 140 Pólverja í Póllandi að koma til starfa, og það var auðvitað gert töluvert áður en að þetta kom upp með WOW, og þar gekk umræðan út á það hvort það var ekki möguleiki að þeir myndu frekar ráða Íslendinga í staðinn, og það var út af fyrir sig jákvætt tekið í það, og á þeim fundi var ákveðið að Icelandair og Vinnumálastofnun myndu vinna náið saman að finna starfsmenn af skránni til að fara að starfa á Icelandair, og vonandi gengur það eftir. Nú, menntamálaráðherra kom hér eins og kom fram áðan á þriðjudeginum í síðustu viku og hafði boðað skólafólk á þann fund. Þar voru líka starfsmenn frístundaþjónustu sveitarfélagana ásamt fulltrúum íþróttafélagana, og þar fór menntamálaráðherra yfir svona hvað ráðuneytið hafi verið að vinna. Það komið fram ýmsa góða hugmyndir á þessum fundi, og það kom líka fram að ráðherra hafði skipað sérstaka verkefnastjóra í ráðuneytinu sem á að vera í sambandi við okkur, og við höfum þegar fengið frá honum drög að aðgerðaáætlun ráðuneytisins. Nú síðan í gær að þá hafði fjármálaráðherra óskað eftir að hitta okkur, og við hittum hann ásamt ráðherra ferðamála hér seinnipartinn í gær, og það var líka mjög góð að allir þessi fundir hafa verið mjög jákvæðir og góðir, og það er fullur vilji hjá stjórnvöldum að vinna náið með okkur og leggja sitt af mörkum eftir því sem að þurfa þykir. Nú síðasti fundurinn fyrir þennan fund var núna eftir hádegi, þar sem við kollegarnir hittum hérna nýjan forstjóra HSS, fórum yfir málefni stofnunarinnar, sem var líka mjög fróðlegur og góður. Ég ætla ekki að taka lengra, en við höfum auðvitað fyrir þessa fundi í sveitafélagunum og starfsmenn sveitafélagana hafa fundað, og það er mikið búið í gangi á þessari viku. Nú, við höfum auðvitað lagt áherslu á við stjórnvöld að við þessar aðstæður með alls ekki taki einhverjar handbremsur í framkvæmdum, heldur frekar að bæta í og styðja þær stofnanir og starfsemi sem ríki rekur hér á svæðinu. En ég ætla bara enda á því að þakka kollegum mínum og öðru sveitarstjórnarfólki fyrir mjög þétt og gott og jákvætt samstarf þessa daga, sem að ég held að muni skila okkur góðum árangri, og ég vil líka segja það og ég held að við sem sammála það ánægð með viðbrögð stjórnvalda hvað menn voru snarpir að taka við sér, og það er greinilegt að það er mikið búið að vera í gangi í ráðuneytunum og stofnunum til þess að koma til móts og vinna með okkur í þessu. En það er kannski þrennt sem að mér finnst rétt að draga fram út úr þessum fundum sérstaklega sem Magnús nefndi. Það er í fyrsta lagi að á fundi með forsætisráðherra á mánudaginn, og það er svona dæmi það að hlutirnir skila sér nú stundum seint. Það gerist ekki allt eins hratt og við viljum, en það gerist samt. Og þá sagði Katrín Jakobsdóttir upphátt við borðið þar sem við sátum að við vissum það jú öll að opinberar stofnanir eða stofnanir ríkisins á Suðurnesjum hefðu borið skarðan hlut frá borðið undanfarin ár og ekki fengið sömu fjárveitingar og aðrar. Hún sagði þetta upphátt. Þannig að mér fannst það bara gott að heyra hann að segja það. Já, vont og það er staðreyndin, að þá er allavega það búið að segja þetta. Annað sem að mér fannst standa upp úr var að menntamálaráðherra sagði hér við okkur á þriðjudaginn að ef að fjölbrautaskólan vantaði frekar af fjármagni í haust, við höfum svolítið verið að velta því fyrir okkur hvort að sumarið og vorið og sumarið verði kannski að þetta sleppi, en höggi gæti hugsanlega birst okkur í alvarlegri útgáfu með haustinu og í vetur, og að fólk myndi þá kannski sækja frekar í skólana. Og þá sagði menntamálaráðherra ef að fjölbrautaskólan vantar frekar af fjármagn í haust og til að koma í nemendum eða miðstöð símenntunar eða aðra aðila hér, þá munum við mæta því. Það var alveg gallhörð. Og í þriðja lagi, það sem ég vildi nefna er að hér á fundi með fjármálaráðherra í gær og ráðherra nýsköpunar og ferðamála, Þórdís, að hún hvatti okkur til þess að, og það er svona umhugsunarefni fyrir okkur öll, að hún var að hvetja okkur til þess að sækja hvað á ég að segja, við þurfum að vera duglega í þessum frumkvöðlaverkefnum og frumkvöðlasjóðum og frumkvöðlapælingu og nýjum verkefnum, nýrri hugsun,
Við erum ekki rosalega dugleg Suðurnesjamenn í því. Við sækjum það koma umsóknir í hvað kallaði hann þetta, viðskiptahraðalinn og frumkvöðlahraðalinn og túrism, nýsköpun og allt þetta. Það koma umsóknir hérna en það mættu gjarnan vera fleiri og við þurfum kannski að skoða það sérstaklega. Við erum kannski svo föst og róleg út af stærð flugvallarins og allra þeirra starfsemi sem þar að það alveg ástæða til þess að gefa þessum málum sérstakan gaum. Ég tek sjálfur sér undir þetta með félögum mínum að þetta hefur verið bæði gagnlegt og uppbyggilegt þrátt fyrir allt volæðið og samstæðan okkur mjög þýðingamikil, ekki síst okkur kannski sem erum aðeins fjær þessu bæði Vogum og Grindavík. Það meira átakasvæði hér nær flugvöllunum, við getum orðað það þannig. Það sem ég vildi kannski bæta við þetta sem fram hefur komið hér hjá þeim tveimur kollegum mínum að við höfum nefnt það meðal annars á þessum fundum og síðast hér á fundi í gær með fjármálaráðherra og ráðherra ferðamála að það mjög mikilvægt að halda því til haga að afleiðingar af þessu áfalli ekki komnar fram og það mun alveg örugglega taka langan tíma fyrir þær að raungerast eða koma fram, þannig að það mikilvægt að hafa úthald í það að vera á vaktinni og taka til viðeigandi ráðstafana, ekki bara núna, heldur kannski ekkert síður þá bara í haust þegar svona sumartrafikkin búin og drungin hellist þá aftur yfir. Auðvitað getur margt gerst á þeim tíma og vonandi rætist vel úr, en við þurfum eigi að síður að vera viðbúin því. Við höfum líka rætt mikilvægi þess í okkar hóp að nýta þetta tækifæri til þess að fylgja vel á eftir þeirri góðu vinnu og þeirri vegferð sem Suðurnesin voru komin í hér, fyrst og fremst undir forystu Reykjanesbæjar áður með heimsóknum okkar til ýmissa ráðuneyta og þingmanna og fleiri aðila það sem vakin var athygli á þessum talnagögnum og greiningum sem bara eins og líka hefur verið nefnt á fundum og að þeim gögnum hefur ekki verið hafnað eða þau hafa ekki verið vefengt og þar alveg óumdeilt að við höfum ekki borið ríkan hlut frá borði eins og vera skyldi og það því verk að vinna áfram þar og þetta getum við þá nota hér núna sem tækifæri til þess að halda áfram þeirri góðri vinnu. Það líka einstaka verkefni, ég leyfði mér nú að nefna það hér á fundi með félagsmálaráðherranum, fyrsta fundinum, að núna þegar ef að til að mynda skellur hér alvarlegt atvinnuleysi á að þá þarf að huga því að fullt af okkar fólki sem hugsanlega lendir í þeirri aðstöðu þarf að geta sótt vinnu utan svæðis og þá þarf að huga að því hvernig fólk ætlar að geta það hafa kannski ekki allir efni á að hvorki að eiga eða reka bíl og þess vegna almenningssamgöngur mikilvægur þáttur til þess að gera þeim það þá kleift að sækja vinnu utan svæðis og það kunnara en frá þurfa að segja í þessum landshluta að það ekki gott ástand á þeim málaflokki. Má rifja það upp að það mál fyrir dómstólum sem búið að reka lengi en verður nú væntanlega dómtekið í byrjun júní það tap sem varð hjá landshlutasamtökunum hér við það að einkaleyfið var tekið af á sínu tíma og það liggur fyrir krafa dómskvadra matsmanna að tapið eða tjónið sé 3 milljarðar og það liggur jafnframt fyrir að ríkislögmaður ætlar ekki að biðja endurmat á því þannig að svona fer þetta fyrir dóm og síðast hér í gær var það rætt við fjármálaráðherra meðal annars hvort að það væri nú ekki rétt að reyna að finna einhverja lausn á málinu frekar en að fara með þetta í dóm en við eigum svo sem engan annan kost ef að ríkisvaldið gerir ekki betur en að bjóða eitthvað aðeins meira heldur en þessar 83 milljónir sem þið buðu í staðinn fyrir 3 milljarðana en ekki meira frá mér í bili ég bara ítreka það að samstæðan mikilvæg og ekki fannari orðið. Auðvitað aðstæður talsvert mismunandi milli sveitarfélagana og eins og Ásgeir vék að þá vorum við kannski og ekki kannski við erum með aðra stöðu heldur en sérstaklega Reykjanesbær hvað varðar atvinnuleysi og fjölda þeirra sem hafa mist vinnuna beinlínis vegna þess að VÁ fór á hliðina. Í Grindavík samkvæmt þeim tölum nýjustu sem við höfum fengið þá voru 3 starfsmenn VÁ sem mistu vinnuna og auðvitað það gleðiefni fyrir okkur en að sama skapi stöndum við þétt á bakvið félag okkar hér sem að horfa upp á miklu verri stöðu og við teljum að félagsmála sviðin okkar þau verða við því búin að mæta ýmsum skakkaföllum
og átta sig á því mótlæti sem að íbúar hafa yfir þá hefur dunnið. Félagsþjónustan í Grindavík hefur ekki orðið vör við þannig sé vandræði enn sem komið er. Við vitum hins vegar ekki hvað það kann að þýða svona í næstu framtíð ef að ferðamönnum fækkar verulega með því að WOW flytur ekki þann fjölda til landsins sem félagið hefur gert. Það er nú sagt að það verði aðrir sem að fylla þar í skarðið, en okkar langstærsti vinnuveitandi í Grindavík og kannski á landsvísu liggur við í ferðaþjónustu. Bláa lónið er með skilst mér 800 manns á launaskrá og þar að vera 100 grindvíkingar, og ef að fækkun yrði 10% þá þetta kemur það niður á ferðaþjónustunni hjá okkur eins og öðrum, gistingu, veitingastöðum og svo framvegis. Þannig að við vitum ekki hverju er á von og það veit eiginlega enginn. Það, eins og sagt, hefur verið hér á til að skýrast á næstu vikum og mánuðum og jafnvel að hausti getur orðið svolítið þungbært. En ég held að það er kannski kokkreisti að segja það vegna þess að stað okkar er hvað bærilegust í Grindavík, að þá megum við líka gæta okkur á því að tala þetta ástand ekki allt of mikið niður. Standa saman það sem við mögulega getum til þess að styðja fólkið okkar. Og ég held bara að samstaða sveitarstjórnarnir hér og okkar til dæmis bæjarstjórnarnir hafi verið til marks það að menn ætla að takast á við þetta saman, þetta vandamál, og vinna úr því eins og við best getum gert. Og ég tek undir það líka sem að þeir hafa sagt að það er mikil jákvæðni sem að hefur komið fram meðal yfirvalda hjá ráðherrum í garðsvæðisins hér, og kannski er það lán í óláni og loksins er farið að taka eftir því sem að reynt hefur verið að hamra á með litlum árangri, að við fáum auka fjármuni inn á þetta svæði okkur til aðstoðar.